Já, sportátturum með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum ennþá að tala handboltan og nú erum við konum með handboltameistara frá Selfossi á línuna, Árni Steinn Steinþórsson, Birgir Örn og Einar Sverrir stekkja vel til hans. Góttu bless og sæll, Árni. Já, blessaður. Hvernig hefur það? Ég hef það bara fínt. Já. En þú sjálfur? Við erum bara nokkuð brattir. Já. Já. Hér er maður sem var að tala við áðan og þú væri alveg bara að gera í brækurnar í Evrópudeildinu og eitthvað svona. Það er nú kannski óvænt að segja það. Við vorum helviti slapir. Já. Og eftir ára tekið. En það var nú ágætis reynsla, ekki satt? Jú, það er alltaf gaman að taka á til Evrópujunni og maður vonandi býra þessu seinna. Herðu, og maður hefði sjálfsögðu viljað fara lengra núna, sko. Já. Herðu, þú ert búinn að skora grimmt í byrjun leiktíðar. Hvernig stendur á því? Hvernig stendur á því? Já. Ég veit það ekki. Er það ekki bara alltaf þeir skora sem þora? Það er ekki. Árni. Það er svona þegar menn skora grimmt utan vallar, það smittar inn á vellin. Ákveðið sjálfstrust sem að fæst út úr því. Já. Og smittar inn. Nákvæmlega. Þannig að þú ert alveg segur í bæði utan vallar og innan vallar. Ég hef svona segið þetta segur innan vallar. Já. Það er bara þannig. En við ætlum að hringja hérna og tala við aðeins handboltan og ég ætla að byrja að spyrja svona, hvernig finnst þér, þið byrja, Haukarnir, allan í Ólafsdeild karla? Bara bærilega svona. 60 úr fyrstu 5 leikjunum. Það er ekkert frábært en það er svona sleppuralegt. Já. Það erum búin að vinna sterk lið en tapa fyrir liðin sem við eigum að vinna og það er svona bara ákveðin stöðuleiki sem okkur vantar og vonandi kemur. Já. En er ykkur lið þarna sem eru búin að koma þið meira óvart en önnur? Það er þá bara helst framararnir. Það bjóst nú ekki við að þeir væru þarna á toppnum eftir 5 umferðir, sko. Nei. En ég held að þeir eiga eftir að gefa eftir þegar það líður á. Já. Og þið takkið það á toppinn eða? Já, vonandi. Það er alltaf markmiðið bara að setja á komast í úrslitakeppni og sjá svo til. Hvernig það, strákar? Hafið þið farið á leik með Árnasteini? Já, ég fór á Haukar FH, Sjenkurhöllinni. Já. Ég hef ekki ennþá farið, ég skandall en ég þarf að drífa mig við tækifæri. Ég ætla ekki að fara á fleiri leiki, það sem Árni Steinn skýtur alltaf upp á bak þegar ég mæti. En svo á svo alltaf leik lífsins þegar ég mæti ekki. Já, og stóð sér nú vel helgina eða ekki? Hvað, 8 mörg? Já, ég síðustu auka 5 dagina ekki. Maður stressa svolítið upp þegar maður sér byggað í stúkunni, sko, það er alveg rétt. Er það ekki líka bara því að hann er líka umboðsmaður þinn líka? Jú, hann vill allan að meina það. Já. Ert þú umboðsmaður allra svona aðal handboltakapana hérna á Selfossi, Birgir? Ekkert bara í handboltanum, bara stærstu stjörnurnar. Já. En svona aðeins að öðrum liðum, þú varst að tala að FH og Fram fara að slaka á, en svo er náttúrulega liðið eins og IPVAF sem eru búin að koma þarna svolítið sterkir inn. Hvernig líst þér á þann hóp? Þeir eru bara mjög sterkir. Þeir eru búin að fá fullta leikmennum og sterka útlendinga og ég held að þeir eru bara eftir að vera betri þegar það líður á tímabili, sko. Ég spáði þeim allan í úrslitinni. En hvaða lið verða svona í neðri hlutunum myndirðu halda? Ég býst Háka verið bæstu og kannski Fram þegar það líður á en sveit maður ekki. Nei. Það er ómögulegt að segja svona strax. En aðeins að fyrst til Karla, ertu búin að mæta okkur að leiki þar í vetur? Ég mætti á föstudaginn á Selfoss IH. Það var mikil skemmtun. Hörkuleikur. Sem Einar Sverrir fékk nú réttilega dæmt rautt spjald, mínum að því. Nei. Þú segir mig, hvað gerði Einar Sverrisson í þessum leik? Ég veit ekki, ég veit ekki hvað er í gangi. Þannig að það voru 3 rauðspjöld og þau voru öll eitthvað í kringum mig. Hann hrotti. Aldrei verið mikið í þessu eða neitt svoleiðis en ég er nú búinn að sjá vídeo á þessu og aldrei rauðspjöld. Einar er náttúrulega mjög dörfti leikmaður og það er ekki alltaf sem dómarinn taka eftir en í þessu leik klálega tók þér eftir í að hann var að beita ákveðnum bröðum á mennum til lokleiks og það réttilega rauðspjöld þarna fyrir að hrinda mannin í mjöruna. Sko, ég er ekkert að ásaka dómarinn neitt en þetta var mjög vel leikið hjá skandall að veit ekki nafnið á hann, drengnum þarna í
skýttunni. Númer 3. Hann alveg fleygði sér þarna aftur á bak. En hérna, Árni Steinn, svona, hvernig finnst þér fyrst deild karla? Hvaða lið heldur að séu svona að fara að berjast það að komast upp í úrvalsdeildina? Ég myndi segja kannski að Afturelding væri líklega með yfirbyrða liði í þessari deild. Ég heldur að eftir að sjá að spila mútið Selfoss. En hérna, svo verða að Selfoss, Stjarnan, IH eða eitthvað, ég veit það ekki. Þannig að það allan ágætt. En Óli Steinn, hvernig fylgjastu eitthvað með því núna? Það er eitthvað minna. Já. Eftir að Kristrún fór á Selfoss, þá er ekki mikið að fylgjast með þessu, því miður. En veistu eitthvað hvernig Kristrún að standa sig síst tíðin? Kristrún Steinþórsdóttir, hvernig hún að standa sig úti? Ég held að það gangi bara fínt hjá henni. Er hún komin í lið, Árni? Já, hún er að mjög liði. Ég man ekki alveg nafnaði eins og ég. Nei. Hvers slags? Það er sennilega Orhus eitthvað. En nú voru þið allir saman í flokki, eða ekki, í yngri flokkum hérna á Selfossi, þið 3. Jú. Og hvernig hérna, já, hver var svona bestur á þessum tíma alltaf? Ég var alltaf yfirbyrða bestur. Já. Biggi var þekktur fyrir mikla hæfileika í horninu og Árni Steinn var þekktur fyrir sveita hörku og sveita tann. Já. Ég var langt minnstur á þessum tíma og gat eiginlega ekki neitt. Það er nú bara þannig. En er stórinn betri en þeir báðir núna í dag, eða ekki? Kannski Biggi. Svo Biggi hann er svona akkerið í hópnum. Já. En hvernig leggst það í því að Birgir sem byrjar með hérna utandeildalið hérna á Selfossi? Hvernig leggst það í mig? Já. Það er bara stórkostlega fréttir. Það er alltaf gott þegar að hæfileikarnir eru nýttir á réttan hátt. Já. Þannig að Biggi hefði ekki orðið einn af bestu hornum á landsins ef hann hefði haldið áfram á sínum tíma. Já, þannig að nú ert þú búinn að selja nokkra miða bara á næsta leikhaldi á Árborg. Þetta er hörkulið sem maður eru með núna, Árborg. Skemmtileg staðreynd að í gær á sunnudeginum töpuðu Haukar samtals með 18 mörkum fyrir ekki smærri lið með Benfica og Árborg. Já, það er ekkert annað. En Árni, svona aftur að Haukalinu, hvernig er svona venjulegu dagur hjá þér í Hafnarfirði? Hann er bara mjög venjulegur, held ég. Já. Það er bara skóli og svo er bara æfing á kvöldin og svo er bara sofið. Þetta er bara ágætis rútína, sko. Og er stefna þín eitthvað að komast, náttúrulega ný þjálfari og fleira, hvernig hefur það svona lagst í ykkur? Bara mjög vel, sko. Þetta er mjög léttur karakter og það er svona mikið gleði bara innan hópsins og í klefanum. Og svona mjög létt yfir öllu og ég er bara bjartsýnn á framhaldið, sko. Já. Og stefnir þú eitthvað út í atvinnumennskuna? Það verður bara komið í ljós. Ég ætla ekki að fara út bara til þess að fara út, sko. Það þarf að vera eitthvað mjög spennandi til þess að maður hætti í námi og fari alveg einbeitt fyrir boltanum. Já, hvað ert að læra? Ég byrjaði í sjúkraþjálfun núna í haust. Já. Það kannski veitir ekki af því að þú ert nú búinn að vera mikill meðslapjasi eða ekki í gegnum tíðina? Jú, þetta sparar manni hellingskostnað að læra þetta bara sjálfur. Komst að því og þetta bara henta mér bara mjög vel. Hvernig, já, þú hefur stilt í crossband, er það ekki, hvað, 2 svar? Nei. Það er 1 crossband og nokkri litvar. Já, og hún er það að rífa þig upp úr því? Já, þetta. Ég er bara þólið með. Árni Steinn, ég ætla að fara að sleppa þér núna og leyfa þeim að baktala þig hérna í friði á þess að þú náður að rífa kjaftið á einu sinni. Já, það er flott. Takk að þið fyrir. Já. Þessar. Já, Árni Steinn, það er flottur leikmaður Haugum. Hann er flottur. Já, hvernig hérna, hver er svona eitthvað minning á því þegar hann byrjar í handbolta? Hann var alltaf í C-liðina því að Addi hélt hann væri fæddur 92. Hann var á eldri ári en Addi hélt hann væri yngri ári. Hann var alltaf með mér í liði, sko. Liðinu sem gat ekki neitt. Já, svolítið. Já, og maður Birgir í A-liðinu þá? Biggi var í A-liðinu og ég var í C-liði og ég vissi alltaf hvað, sko, handbolti var og Árni Steinn sá bara að skora og lemja og vinna leikina. Ég var bara farþegi, ég var bara leikmaður. Ég held að hann hafi spilað einhverjum 3 turneringar eða eitthvað í C-liði áður en Addi fatt að hann væri 91 og ferðan þá upp í örugglega A-liði, sko. Því að hann var sko langbestur í C-liðinu og örugglega langbestur í A-liðinu líka. Fyrir utan náttúrulega,
Raketuna vinstra megin, Andri Már Sveinsson. Já. Og hvað, sáleikmaður, hann í Selfossliðinu núna eða ekki? Jú, hann meiddist núna aftur eitthvað á byrjunum tímabils, fekk eitthvað beinmar í eða eitthvað svo leiðis og núna búinn að spila 2 leiki. Þannig hann allir að koma til, kallinn. Hann búinn að skora þeim báðum. Já. En hérna, svo ég held áfram við hennan blessaða flokk eitthvað, hverjir að spila núna til dæmis áfram sem eru fættir 91 og 92 úr þessum flokkum hérna á Selfossi? Hérna, við erum 2 eftir 92, það ég og Magnús Már Magnússon. Við vorum aldrei margir, en í 91 árgangnum þá var það Matthías Örn. Hann er náttúrulega í læknanámi og reynir eftir bestu geta að koma á sem flestar æfingar og spila með okkur og svo var það Andri Hrafn Hallsson, hann er kominn aftur eftir ástöðl í Reykjavík með Víking og afturheldingu. Já, hann er náttúrulega lagður undir tannlæknar. Já, þetta er inntökuprófið tannlækninum, þannig að hann er líka svona. Þeir vilja allir vera læknar eða sjúkraþjálfarar eða eitthvað svo leiðis. Það sem er bara gott, en svo er Sverrir Andrésson í markinu. Örn Þrastarsson. Örn Þrastarsson. Mér finnst það mjög gaman núna á Selfossi IH þegar Andri Már var í vinstra horni, Matti í vinstri skyttu og Örn á miðinni. Við vorum allir saman í bekk, sko. Fyrst upp í 8. eða fyrst upp í 10. eða eitthvað. Þannig að allir bekkjabræður hérna, konir meistaraflokkin. Unnu þessi flokkar eitthvað til ykkur veluna, þessi árgangar? Því 91 voru nú, sko, þeir voru sterkir, sko. Unnu eitthvað, hvað, þeir voru Íslandsmeistarar eitthvað, B-liða. Já, það var B-liði, það voru ekki við. Annars var það 90-liði sem var í aðalhlutverki á þessum tíma. Og það er náttúrulega Bjarki Már Elísson og Guðmundur Árni Ólafsson. Ragnar Jóhansson. Já, þannig að þetta eru menn sem eru allir atvinnumenn. Já. Þetta 90-lið var hörkulið, sko. En svona, ef þið rifja aðeins upp svona áður en ég slepp ykkur hérna úr yngri flokkunum, hver er svona, erfiðustu andstæðingur sem þið munið eftir, sem var svona alveg óþolandi góður og vann kannski leiki fyrir andstæðingana sem þið mættu? Þið megi alveg nefna fleiri en einn karakter. Sko, ég man alltaf hvað það var ógeðslega leiðilegt að keppa á Hauka. Ég þoldi ekki Hauka. Já. Þá voru til dæmis menn eins og Einar Pétur. Einsinn var harður. Ég þoldi hann ekki, sko, en svo kynntist maðurinn þegar hann kom á Selfoss og hann er algjör höfðingi. Já. Ég svo sem man ekki eftir einum sérstökum. Það var Robby í Fram sem er núna komin í BF. Hann var alltaf góður. Já, hann gæti svolítið tekið leikinn í sínar hendur. Já, svo var náttúrulega, sko, Sigurður Már þegar hann fór í IR. Já. Hann var alltaf gaman að keppa á IR, hann var náttúrulega með betri mönnum þar. Sigurður Már Guðmundsson. Já. Eins og ég segi gestur, ég man ekki eftir neinu svona því ég var algjör sulta. Já. Og leit blúmer. Já, svo bara, ég man til dæmis ekki eins og sem margir munaði hvaða leikinni fór í fjórðaflokki hérna þegar vorum á turneringu 2 hérna, hvað leikur á móti Haukum fór, sko. Ég man ekki svoleiðis. Nei. Ég var bara í einhverju rugli þegar ég var yngri og gati ekki neitt og var bara pínur lítið. En þetta segir sér samt, sko, eins og við tölum fyrir kvöld, ég og Kjartan Atli að menn sem eru í C-liði, D-liði, þetta verða leikmenn. Já. Þannig að það má ekki gleyma því að má ekki rakka þá niður. Sammála því? Ég er algjörlega sammála því og það það gleymist oft svona, það oft núna kannski aðal áherslan á aðliðin svona meira en sko eins og þú segir þá oft menn sem í B- og C-liðum sem eftir endast lengst í þessu þótt að náttúrulega margir af aðliðismönnum séu bara núna komið svona, andi í þetta atvinnumann andi í bara allar íþróttir, þannig að krakkar eru kannski meira að halda áfram. Ég veit ekki alveg hvert ég að fara með þetta, ég hann svona eins og Óli Stefán í gær og Rúf komið fram úr sér og veit ekkert hvað að segja, ég svona eina mínum stundum. En það alveg rétt í ára að B- og C-liðsmenninir gleymast oft og þetta verða leikmenn í framtíðin. En hvernig svona, þú gerðir nýja samningu Selfoss og verður út leiktíðina eða ekki? Jú. Já. Ég verð eitthvað áfram. Já, og ferði ekki neitt? Nei, bara við stefnan bara þetta bara markmið að vinna næsta leik bara aðteglin á næsta leik og við tökum leik fyrir leik og ég veit svo sem ekki hvernig þetta núna hvað fara mörg lið upp
Já, það er nefnilega ég er ekki alveg Þetta er voða mikið við sem hvernig regluna eru þarna hvort að falla ykkur liðið og hversu mörg kom upp og Já, hverjir fara í umspil, hverjir fara beint upp, hverjir falla beint niður, ég er ekki alveg klár á þessu, það er ekki gaman að segja frá því, en ég vona, ég held að hljóta að vera að fara 3 liði, eða eitthvað svo leiðis, og ég bara kannski, við erum ekki búin að setja okkur neitt markmið þannig séð, en bara markmiðið mitt er með þetta lið og ég vona að ég tali fyrir sem flesta, við bara förum upp núna, það er bara ekkit annað í stuðinni, og þá er mitt gaman að fá svona gamla eins og bara vonandi kemur eins og Árni Steinn á heim bara og margir svoleiðis skora á hann skora Árni Steinn Já, var það ekki Haraldur Stefán sem að sagði við í samtali að við færum upp þá myndi hann éta skóinn sinn Já, það verður gaman að mæta á fylkisleik og láta hann éta skóinn sinn þá Já, það er bara motivation fyrir okkur að sjá hann éta skó Já, nákvæmlega, en næsti leikur ykkar er á Káaheimilunum klukkan 4 Laugardaginn Já, laugardaginn Er ekki að gera að taka hóferð norður og fylgjast með ykkur þar? Jú, ég hvet alla sem að nenn að leggja landið við hótt og fara norður og horfa á okkur, sko En svo eftir því þá fáið þið Káringa í heimsókn Já, það verður spennandi Já, og þar í Káarliðinu, þar er eitt gamall liðsfélagi þinn, eða ekki? Gauði Drengs? Já Jú, ég held nú bara, ég fór að horfa að leikja hann daginn Ég held að hann myndi bara detta niður þarna, hann var svo þreyttur En hann tórir ennþá í þessu, honum finnst þetta gaman, eins og Basti, hann getur ekki hætt Nei, nákvæmlega Og svo er næsti leikur hjá Árborg, manstu hvernig hann er? Já, hann er miðvikudaginn 30. október Já Digranesi, klukkan 9 Ná Mjög skemmtilegu leiktími Er þetta stór hópur í utandeildinni hjá þér? Já, þetta er svona Við erum nú 50 í grúppuna eða eitthvað En ég held að sé ykkur 20-25 sem hafa verið að mæta æfingar Já Og næsti heimaleikur ykkar er sunnudaginn 3. nóvember gegn HP Já, hvað sem það nú er Já, það er góð spurning hvaða lið það er En liðin í utandeild karla er IR Valur 101, Þrymur, hvaða lið er það? Það er úr Grafói Við spilum við þá hérna heima fyrst og töpum fyrir þeim Við mitt kórdreikinir Já, það er mann ekki hvaðan þeir eru Ég held að spilu í hérna Vodafone-höllinni Á hans ég veit það Svo eru Haukar hérna, HK, Víkingur Hvíti Riddarinn Það eru úr Mosfellsbæ Já, og HP, það kemur í ljós hvaða lið það er Já, bara eins og ég segi, ég hef ekki hugmyndum hvaða lið það er Nei, nákvæmlega Birgir Örn og Einar Sverrisson, það ekki kærlega fyrir komuna Og svona eitthvað í lokin sem þið viljið tjá ykkur Já, ég bara hvet alla til að koma á sem flesta leiki hjá okkur og mynda stemningu Já, það er flott stuðningsmannalið núna sem meðal annars Birgir Örn í og það er bara búið að vera á síðustu heimaleikjum allavega bara mjög góð stemming og vel mætt og mér finnst að fólk mætti kannski mæta aðeins oftar á kvennaleikina mér fannst svolítið fámennt seinustu 2 skipti sem ég mætti hvort að þessi leiktímin eða eitthvað annað en hvort sem það kallaði kvennalið út í húsi þá bara hvet ég fólk til að koma og kíkja á leik og það er mitt núna að byrja að grilla hambúrgara og svona fyrir leik og í hálfleik þannig að Svona rétt í lokin sem við gleymdum alveg að minnast á allan þáttinn það er í síðasta leik, þá voruð þið að víja voruð þið að setja upp frækt nafnið ekki upp á vegginn í Vallaskóla Jú, gamla þjálfara hjá okkur Já Held að það verið fyrsti þjálfari minn Já, mér líka Hörður Gunnar Bjarnason Þetta er algjör höfðingi Já Og gera gott bara hötti 100 eins og maður kalla það klikkaði ekki hotninu annað fyrir rest Senstu tímabilin Já, er hann ekki bara hættur og snemma? Jú Ég vil bara fá hann í Árborg Já, þú vilt fá hann í Árborg, þú vilt bara fara að sæna hann kannski Skora hann að sjá hvað Basti er gamall Þetta er átti nóg eftir Já, nákvæmlega Það er nú einhverju sem gáttuði farið upp á vegg þannig ég er alltaf kvart í honum Karli föðu mínum að fara upp á vegg hann á vist option að fara þann upp hann á plus 1 enn Já Svo náttúrulega Atli Kristins hann er komið 10 ár og Basti er komið 9 ár með þessu tímabili Er þetta ekki aðalega samt leikmenn sem eru hættir eins og með Basta og Alla Jú Þeir hljóta að fara þetta Já, ég vil bara hafa alla sem eru þarna fyrst þetta er 10 ár þá bara eiga allir sem eru búin að spila í 10 ár að fara þarna Nákvæmlega Einar Sverris og Birgir og takk kærlega fyrir komuna og minnum enn og aftur á næstu leiki hjá Selfossliðunum og næsti leikur hjá kvennaliðinu er ekki fyrir núna í byrjun nóvembers og þá fara þeir heimsótt til FH en það er náttúrulega landsleikur á miðvikudaginn Ísland-Finnland klukkan 7:30 undankeppni EM á
fimmtudaginn stelpunur okkar að fara að refsa Finnum, það ekki bara strákar? Það held ég, það hlýtur að vera. Jú. Þakka ykkur fyrir höfðingjar. Sömuleiðis. Já, farið ekki langt hlustu góður, við erum að fara hérna í spjallum körfubolta og rally hérna í restina af þættinu við Halldór Gunnar Jónsson, fyrirliða Hamars í Hveragerði og svo hann líka einnig, þekktar eiginlega í rallyinu líka. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Skoðaðu nýjasta bæklingur okkar.